Millisaga 1. Segullinn sem togaði í sjálfan sig. Það var einu sinni segull sem hét Magnús. Hann var ekki vondur, ekki brotinn, bara óvenjulega móttækilegur. Allt sem glitraði af möguleikum togaði í hann. Ný vinnasmellur, nýtt sambandsmellur, nýtt markmiðsmellur. Í hvert skipti hugsaði hann, þarna er það. Vandinn var bara sá að Magnús togaðist líka að sjálfum sér. Í hvert skipti sem hann sá réttu útgáfuna af lífinu hljóp hann af stað og small á eigin spegilmynd. Snúningur, marblettur, hann skipti fólk, áhugamál, verkefni. Allt leit út eins og hreyfing, en hann var alltaf örlítið á undan sjálfum sér. Aldrei alveg kominn. Ef hann ætlaði að róast, örvaði hann sig. Ef hann ætlaði að sleppa, hélt hann fastar. Svo kom dagurinn þegar hann var þreyttur. Og hann gerði eitthvað sem hann aldrei dottið í hug. Hann gerði ekkert. Engin smellur, engin togkraftur, bara kyrrð. Í fyrstu óþægileg, svo hlutlaus. Og loks alveg róleg. Auðvitað small hann aftur við hurðarhús seinna sama dag. En nú hló hann. Því stundum erfitt að vera mættur þegar maður alltaf að leita af næstu útgáfuna sjálfum sér. Sérstaklega þegar hún alltaf 2 skrefum á undan manni. Líkaminn talar. Hvar finnur þú fyrir spennu í líkamannum? Hvar finnur þú fyrir ró? Hvað líkaminn þinn að reyna að segja þér? Og það svo merkilegt að lesa svona sögur og fara bara svona að skoða, þú veist, hvað tengi ég við þetta? Og svo höldum við hérna áfram og förum hérna í íhugun líkaminn. Við tökum eftir líkamannum eins og hann sé truflun, verkur, þreyta, spenna. Eins og hann standi í vegi fyrir okkur. En oftar hann bara að halda utan eitthvað sem hefur beðið of lengi eftir athygli. Hugurinn talar í setningum, líkaminn talar í ástandi. Hann safnar ekki rökun heldur upplifunum. Því sem var kynnt og því sem var kallað ekkert mál. Og þegar það birtist, kemur það ekki sem saga heldur sem líðan. Við reynum átt að laga lífið ofanfrá, með ákvörðunum, áætlum og viljasterk. En líkaminn lifir lífinu neðanfrá, í mynstrum og venjum, í því sem hann hefur lært að halda áfram með. Stundum vakningin ekki nýja áætlun, ekki stefna, heldur nýtt samband. Að hætta að vera gestur í eigin líkami. Heimkoman byrjar sjaldan með stóru augnabliki, oftar með litlu hléi. Þar sem maður stoppar og tekur eftir, hvar andardrátturinn hvar spennan situr og hvar þreytan býr. Ekki til að laga hann, bara til að sjá hann. Líkaminn ekki verkefni sem þarf að laga, hann heimili sem þarf að búa í. Þannig ef þú skoða þetta bara, já, líkaminn hann lögheimili mitt. Jæja, takk fyrir síðast maður. Svakalega ánægður með ykkur, þið eru að tóra hérna ennþá með mér í þessu. En það komið að öðrum kafla núna sem líkaminn, sem lögheimilið þitt og þetta svolítið svindljarna, þessi bók hérna, hún endar alltaf á millisögu hver kafli en hann innsýnin í næsta kafla. Þannig að nú við komið svona hernaða leyndarmál, þessi bók hún á að vera bara svona völundarhús. Þetta á ekki að vera svona einhver bók sem hún les bara og þetta svona og þetta hinsinn eftir reglum heimsins. Þetta svona bók sem þú átt að hvíla í og lesa og svo allt í henni byrjar að hugsa eitthvað og allt í henni byrjar að sjá eitthvað. Þannig að þetta snýst svolítið að koma svolítið bakdyra megin og ég hef talað áður að fólk hefur engan á að heyra, þú veist, ert þú að reykja?
Drekktu meira vatn og farðu fyrir að sofa. Þú veist, fólk vill einhvern veginn bara miklu frekar fá að heyra þína sögu. Bara þegar ég byrjaði að drekka 2 glös á morgnana, þá bara einhvern veginn fann ég einhvern veginn brennslan jókst. Það er svolítið merkilegt að þegar þú sefur á nóttinni þá er líkaminn að losa eiturefni og ef þú byrjar daginn á að drekka 2 stór vatnsglös þá hjálpar líkamannum að skóla þau niður og afeitra líkamann. En ef þú byrjar á að skella í því bara kaffi þá heldur þessu svolítið mikið inni. En við ætlum að fara svolítið yfir líkamann og hvernig hann lætur við okkur. Ég ætla að lesa hérna fyrst fyrir ykkur Millisögu 2 sem er inngangur inn í kafla 2 sem er líkaminn lögheimilið þitt. Loftræstikerfi sem var aldrei hreinsað. Það var einu sinni hús með fullkomnu loftræstikerfi. Hreint loft, jafnt hitastig, ferskleiki á milli herbyggja. Það vann í kyrrþey ósýnilegt sjálfvirt. Eigandinn hugsaði aldrei það. Það virkaði jú til að byrja með. Svo var loftið örlítið þyngra, raki safnaðist í hornunum, þreyta laðist yfir rýminn, ekki nóg til að vekja viðvörun, bara nóg til eitthvað misti gljáa sinn. Eigandinn brást við á sinn hátt. Ilmkerti opnaði glugga, smáfress linnen í loftið. Lyktin breyttist en kerfið ekki. Ryk safnaðist í síurnar, mótorinn von hraðar til að bæta fyrir stífluna. Allt í lagi, sagði hann, ég finn ekkert að. Þangað til einn daginn heyrðist hljóð. Ekki hátt, bara eitthvað sem hafði unnið og lengi án þess að fá að hvílast. Tæknimaðurinn kom, opnaði lokið, horfði inn, hann sagði, þetta er ekki bilað, þetta hefur bara unnið of lengi án viðhalds. Eigandinn kinkaði kolli en það virkaði. Tæknimaðurinn brosti, já kerfi geta gert það mjög lengi. Stundum er vandamál ekki kerfið, bara sían. Og stundum er það sem vinnur mest í hljóði, það sem við hugsum minnst Þangað til það byrjar að anda fyrir okkur. Og við hugsum bara þú veist, er einhver komin í burnout? Þú veist, hvernig kemst maður í burnout? Ég ætla ekki að svara því, en það er bara svona smá spurning. Og svo kemur hluti 1 að vakna, að vera mættur í eigin lífi. Kafli 2, líkaminn heimilið þitt. Hugurinn talar í setningum, líkaminn talar í ástandi. Sagan mín, þegar líkaminn læriði á undan mér. Sem drengur lærði líkaminn hluti áður en ég vissi að ég væri að læra þá. Ég elskaði majónes og drakk sjaldan vatn. Ég man ekki eftir þorstanum, bara bragðinu. Enginn sagði mér þetta skipti máli, svo líkaminn lærði það sjálfur í hljóði. Árin liðu, venjurnar fóru ekki. Þær fylgdu mér áfram eins og farangur sem var aldrei opnaður. Enn í dag á stundum erfitt með að drekka vatn reglulega. Ekki vegna þess að ég viti ekki betur, heldur vegna þess að líkaminn man þar sem hugurinn lærði aldrei. Hann kallar það sem er kunnulegt, ekki með hávaða, heldur með stöðuri nærveru. Hann kallar það sem er kunnulegt, ekki með hávaða, heldur með stöðuri nærveru. Stundum er gott að lesa svona eitthvað tvisvar sem manni finnst svona já, þetta make sense. Ég gerði ekki alltaf það sem ég vildi, ég gerði það sem var kunnulegt. Sama mynstrið. Ég lærði aldrei aga í heimanámi. Ég settist niður með vilja en án stoða. Líkaminn fylgdi ekki með, mynstrið fylgdi mér í gegnum skólagönguna. Ég féll aftur og aftur. Ekki vegna skors á greind, heldur vegna skors á uppbyggingu. Smám saman myndaði setning, svona er ég. Kannski var hún aldrei sannleikur, kannski var hún bara saga sem festist í líkamannum áður en hún festist í sjálfsmyndinni. Ný nálgun. Í dag reyni ég ekki lengur að sigra líkamann. Ég reyni að vinna með honum. Skref fyrir skref, ekki með hörku, heldur með athygli. Heimkoman kom ekki með dramatík, hún kom með andadrættinum. Í litlum augnablikum þar sem ég hætti að ýta og byrjaði að hlusta. Þegar líkaminn fær að vera samstarfsaðili í stað vandamáls breytist sambandið. Sumir halda áfram að þrýsta þar til hann öskrar. Ég er að læra að hlusta á meðan hann hvíslar. Og þetta er svo merkilegt. Þú veist, hvað er undir yfirborðinu? Ég fór í verslunarskólann.
sem var náttúrulega bara tímaskekkja fyrir mig. Ég ólst upp í miklu ójafnvægi og það var enginn heima og ég ól mig upp sjálfur. Og það að ég að fara í verslunarskólann, það var bara svona stjarnfræðilegt rugl og mér leið eins og útlendingur þarna. Millisaga 17, bollinn sem beið eftir rétta kaffinu. Það var einu sinni bolli sem hét Bjarni. Hann hafði eitt markmið í lífinu, að innihalda hið fullkomna kaffi. Ekki bara gott kaffi, ekki mjög gott kaffi, heldur fullkomið kaffi. Ef kaffi var á heitt beið hann. Ef það var á kalt beið hann líka. Ef baunin var ekki nákvæmlega rétt ristuð, taldi hann skynsamlegra að bíða aðeins lengur. Svo beið hann og beið. Í kringum hann stóðu aðri bollar. Þeir voru ekki fullkomnir, sumir voru með smá sprungur, aðrir fengu stundum kaffi sem var aðeins of veikt eða aðeins of sterkt. En þeir áttu eitt sameiginlegt, þeir voru fullir. Dag einn kom kaffiþjónninn til Bjarna og spurði: Af hverju ertu alltaf tómur? Bjarni svaraði stoltur: Ég að bíða eftir hennu fullkomna kaffi. Kaffiþjónninn brosti og sagði: Það bara eitt vandamál við þá áætlun, kaffi kólnar. Og stundum gerum við því sama. Við bíðum eftir rétta augnablikinu, rétta tækifærinu, réttu aðstæðunum. Á meðan heldur lífið áfram að hella sér í bollana í kringum okkur. Á meðan þú bíður eftir fullkomna augnablikinu getur morgunkaffið farið fram hjá þér.